Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og ber fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti. Ég þarf ekki að nýta þær 2 mínútur sem ég hef fyrir þessa fyrirspurn sem mig langar að beina hér til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Hún stutt. Hún lýtur að því að ég á mér draum. Ég á mér þann draum að einhvern tíma auðnist okkur sú gifta að allir alþingismenn fari í flokki sem þeir standa sameinist í baráttunni gegn fátækt. Að við sem höfum verið valin til að hugsa velferð þjóðarinnar, að við séum þess verðug. Að þegar lögð fram 5 ára fjárhagsáætlun, þá sé það aldrei neinn vafi hver forgangsröðunin á að vera. Að það jú fólkið okkar sem á að vera tekið út fyrir sviga og alltaf að vera númer 1. Því miður þá það ekki raunin með þá fjármálaáætlun sem við erum að fara að fjalla hér síðar í dag. Og þess vegna spyr ég hæstv. fjármálaráðherra, hvenær mögulegt, hæstv. fjármálaráðherra, að þessi draumur minn rætist? Geturðu séð það fyrir þér, hvenær mögulegt að við stöndum undir þeirri ábyrgð og því sem okkur hefur veitt hér sem löggjafanum í landinu? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Forseti, ég held að sá dagur muni seint renna upp að við getum sagt hér á þinginu að verkinu sé lokið. Við héðan frá Alþingi tökumst oft á það hvernig við getum best skapað þau skilyrði að ríkissjóður sé í færum til þess að styðja við þá sem höllum fæti standa í samfélaginu, þá sem ekki hafa náð að leggja til hliðar fyrir eftirlaunaárin, þá sem búa við örorku, þá sem af einhverjum ástæðum rata í þær félagslegu aðstæður að þeir þurfa aðstoð, hjálp, þá sem eru sjúkir. Og ég hef ávallt lagt á það áherslu að það sé langfarsælast til þess að ríkið geti risið undir þessari ábyrgð sinni, til þess að við getum sinnt þessum mikilvægu verkefnum af myndarbrag að leggja áherslu á verðmætasköpun hér í landinu. Það hefur skilað okkur getu í gegnum tíðina til þess að gera betur, og ef við horfum núna aftur, nokkur ár aftur í tímann, þá sjáum við að slíkar áherslur eru áherslur sem skila sér beint til allra landsmanna. Þess vegna höfum við getað aukið framlög til almannatryggingakerfisins tugi milljarða á undanförnum árum, á örfáum árum. Þess vegna höfum við getað stutt betur við þá sem að hv. þingmaður helst að berjast fyrir, að hér hafa orðið til aukin verðmæti. Við erum að skapa meiri verðmæti úr sjó, við höfum dregið fleiri fiska og verðmætari úr sjó á undanförnum árum, en á sama tíma erum við að vera uppselt með orkun okkar. Fleiri vilja koma hingað og stunda iðnað, og svo hefur ferðamönnum fjölgað ár frá ári. Með almennum heilbrigðum samkeppnisskilyrðum á Íslandi heldur verðmætasköpunin áfram, og í réttu hlutfalli vex geta okkar til þess að styðja við þá sem hv. þingmaður tala fyrir. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir alla þessa fallegu upptalningu. Það var næstum því að ég hefði sagt þetta sjálf, en bara versta við að það skuli ekki gera neitt í málunum. Mér alveg nákvæmlega sama hvað við drögum marga fiska á sjó þegar virðist vera ráðrúm til þess að lækka sérstakan bankaskatt. Þegar ráðrúm fyrir að byggja hús íslenskra fræða, er kannski mögulegt að húsnæðislausir Íslendingar fái þar að vera og þegar þeir hafi engin hús að vernda. Sko, það ekki nóg að tala það hvernig við sköpum fjármagnið og hvernig við komum öllu áfram. Við verðum að setja það í ákveðin forgang líka.
Og þegar við tölum það, við getum ekki einu sinni fært persónuafslátt frá þeim sem hafa ekkert með hann að gera, eins og mér og fleirum og sennilega öllum sem hér inni sitja. Hvað við sem erum hátekjufólk að gera með 53.850 krónur í persónuafslátt, á meðan við horfum á fátækt fólk fá útborgað allt niður í 200.000 krónur, jafnvel þó að sem er fjölskyldu. Það ekki forgangsraða rétt og ég kalla eftir því að við tökum utan um fólkið sem þarf á hjálp okkar að halda. Og svarar öðru sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, staðreyndin sú að ef að tölurnar eru skoðaðar af einhverri sanngirni, að okkur hefur orðið verulega ágengt á þeim sviðum sem hér skipta mestu máli. Réttindabætur til lífeyrisþega sem eiga rætur sínar rekja til lagabreytinga hér á Alþingi haustið 2016 eru eitt dæmið. Áform réttindabreytingar og bætur til öryrkja sem eru fjármagnaðar í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eru annað dæmið. Lítið atvinnuleysi þriðja dæmið. Lágir raunvextir, lægstu vextir á húsnæðislánum sem hafa sést eru enn eitt dæmið. Og svona getum við haldið áfram að tína upp dæmin það hvernig okkur hefur tekist vel til. Enda þegar að lífskjör á Íslandi eru sett í alþjóðlegan samanburð, þá komum við vel út. Þannig fór ég á síðasta ári til Frakklands til þess að taka viðurkenningu fyrir það að Ísland á lífskjaramælikvarðann sem þar var verið að kynna til sögunnar endaði í fyrsta sæti.